Númer 7, Jared Fry. Númer 8, Brian Mills. Númer 9, Davíð Kárason. Númer 10, Sæmundur Þorvaldsson. Númer 11, Oddur Rúnar Kristjánsson. Númer 12, Justin Sjáls. Númer 14 er Tómas Þór Hilmarsson. Og númer 15 er Fannar Helgason fyrirliði. Þjálfari sjálfsögðu Teitur Örvarsson og honum til aðstoðar er Snorri Örn Arnarsson. Dómarar í kvöld eru Sigmundur Már Helgason, Jón Guðmundsson og Ísak Erling Kristjánsson. Nú erum við góðan stuðning í kvöld á Hólmfjörða. Jæja, góðir áhorfendur, velkomin hér á leik Stjörnunnar og Snæfells. Það er lið sem mættust núna í bikarnum í Hólminum og Stjarnan hafði betur. Við erum hérna tveir, Kristinn og Skarphéðinn.
Það maður lýsa því sem hér fer fram næsta 1,5 tíman allavega. Cirka það. Já. Þetta Þetta eru tvö af 4-5 bestu liðum deildarinn eins og staðan er í dag. Já, klárlega, ekki spurning. Og já, tvö frábær lið. Stjarnan saknar þó Marvin sem meiddist í leiknum í Hólminum. Já, Marvin meiddur, en það er samt annað að Já, þetta voru litla sækir en illa samt. En Marvin meiddur, en undraverðir hlutir gerðist í Hólminum, eitthvað sem við erum búin að bíða lengi eftir. Það er að Fannar áttaði sig á staðreyndum og Já, frábær leikmaður Fannar og spila almennilega, eins og hann getur, eins og við viljum að gera. algjörlega. En hann er búinn að vera langt frá sínu, að mínum átti allavega, það sem að vera vetrar. Já, frá sínu besta og hann stígur bara upp þá og finnur tíma fyrir liðið. Já, nákvæmlega, og það eru slæma fréttir fyrir alla nema Stjörnumenn. Já, þetta segir kannski, við erum með nokkuð lið eins og Stjörnuna og Grindavík, sérstaklega 2 lið sem eru með frábæra breiddi í Þetta er rauningur. Já, frábæra breiddi í leikmannahópnum. Já. Og að samanskapi frábærlega, þetta var bara glæsileg vörn. Frábær vörn. Og kæruleysi hjá Sveini. Já, hún tróð hann bara ekki yfir mig. Ég skil það ekki. En Stjörnuliðið líka komið með frábæran útleikning núna eftir áramótin en hann Jared Fry. Já, mjög góður. En af hverju eru menn með allt þetta hár og allt þetta skeggaði tróða svo ekki yfir einhverja Amerikana? Við ræðum þetta við Svein næstu hittum hann. Það er ljóst. En Fry Hann er frábær, svona, svo í sletti go-to basket leikmaður. Mjög erfitt að eiga við hann. Já, ekki eins góður skotmaður en frábær go-to basket. Já, dræfari. Völdum áfram að sletta aðeins. Já, dræfarar og go-to basketar. Já, go-to basketar. Hvernig er burgerinn hérna? Hann er búinn 5 stjörnuborgari. Já, ég veit ekkert það. 5 stjörnuborgari. Aðeins að Já, nutta manni upp úr þessu. Já. Þetta byrjar nú allt eftir bókinni. Stjarnan er á heimavelli og ætlar ekki að gefa þeim neitt. Nei, erfitt skot, kannski. Sérðu hvernig hann gerir þetta, þetta er glæsilega gert. Það skilda bara eftir. En þarna, ef að Sveinn var nú búinn að horfa á, eða líklega búinn að horfa 1-2 upptökur, þá getur hann fallið miklu meira frá honum því hann er engin skotmaður. Já, ekki eins. Vel gert hjá Stjörnumönnum. Það er langt frá því að vera sama ógnin í honum sem skotmanni og sem Á hreyfingunni? Á hreyfingunni, já. Nei. Það er ómögulegt að eiga, en hann átti svakalega flottar hreyfingar daginn þegar við vorum á móti Keflavík. Já. Teitur segur að ná sér í akkurat mennina sem að þarf. Já. Hann er með skotmenn eins og Sjás og Jóhann og fleiri og... Já, Mills út af, eða hvað. Já. Jóhann inn á, hann getur nú sett hann. Og svo horfum við Stjörnuliðið. Þeir eru með þrett sem að við viljum sjá meira til inn í teig. Það eru fáir stærri en hann í deildinni. Ég hafði nú píldið gaman. Ég heyrði á einhverju stöðun í dag að lykillinn að því að stoppa Stjörnuna væri að stoppa Justin. Og ég fór að segja, þú ert að stoppa Justin og Jóhann og Mills og Fry. Já. Þeir geta allir klárað þessa leiki. Já, algjörlega. Þannig að þetta er gríðarlega sterkt lið. Mjög sterkt. Sjáum hvað Fannar. Já. Hann ítir nú ekki þrett, sko. Nei. Já. Segir hann á honum erfitt skot. Já. Þú átt við McQueen. McQueen fyrirgefðu, ég er ruglaður saman. Ég hugsa hann ítir þrett bara með vinstri. Ég er að tala McQueen allan tíma. Reyndar ítir hann meira með vinstri en hægri. Skrítið hvernig það fer upp. Já. Með alla þessa vöða. Já. Hann er komið fram hjá honum. Afsakið, ég er náttúrulega að tala Asi McQueen og búinn að sjá hann mörgum sinnum. Þetta er svona, það líður á langt á milli í þessari leikja. Já.
og sína leiki daglega. Minnsta kosti einu svona dag. En hann á línu, hann átti að klára þetta bara. Mér skilst að þú sett einn af heiðusborgurum Seyðisfjarðar núna. Já, jú. Hvernig var eitthvað á snjó? Já, svolítið. Gaman að því. Já. Ég sést ákváðu stuðningsmaður gangna þarna. Já. Þetta að vera veðurteftur. En hérna 7-2, títtnefndur McQueen. McQueen, stór og sterkur. J-Threat aftur á móti, lítill, örugglega sterkur líka en alveg ævintýralega snöggur. Já, mjög. Frábær hreyfing. Já, hann var nóheppinn, ágætis hreyfing. Það rúllaði upp á boltinn. Já, okkar maður í hótelbransanum, segur í vörðinni. Já. Hafþór, þarna þrett. Já. Setti þrist. J-Threat kann ágætlega við sig hérna, var hann ekki valinn maður stjörnuleiksins daginn? Ef ég man rétt, það var svo mikið að vera að maður gleymir þess aðeins. Já, vel gert hjá honum. Já, hann svakalega snöggur. Það eru fleiri leikir í gangi. Það annar stórleikur, Grindavík Þór Þorlákshöfn. Þar staðan 4-6. Þór yfir tveimur, Skallagrímur 10, Fjölnir 7 og ÍR 4, Njarðvík 8. ÍR-ingarnir í einhverju basli sem... Já. En við fengum hérna fína körfu frá Jared Fry, þetta var skot hjá honum, hann komið 8 stig á 11. Já. Segir mig með þetta á hreinu. Erfitt að eiga við Justin Sjáls. Já, hann frábær leikmaður. Það verður bara betra og betri. Hér ekki smá skipting. Nei. Fáum við Nonna Mæju, Pálma og Sigga Þorvalds inn á. Já. Þetta nú bara ljómandi gott byrjunarlið. Já. Ekki spurning. Þetta nú... Já. Þetta var... Já, þarna nú hef ég spurningu. Af hverju þetta ekki ruðningur þegar einhver dómari leiðrétti mig væntanlega? Já. En þegar að Dagur Kári kemur hlaupandi og hann lendir klárlega á Óla Torfa. Já. Þetta vel gert. Það er engin spurning, hann lendir á honum. Já. Nákvæmlega eins og en ef aftur á móti það snúið öfugt, þá hefði það verið ruðningur. Já. Óli Torfa hefði lent á Degi Kára. Glæsileg vörn þarna hjá Þrett. Já. Kemur yfir, 11-12. Og Justin, nei, þessi stuttur. Já, vel stíð út hjá Nonna, hann hérna... Já, frábærlega gert. Þetta er engin smá skipting sem Snæfell kom með hérna. Nei. Settu 3 sjóðandi heita skorara inn á. Já, og reynslu bolta. Já. Nei, hann er hitta, ég tek þetta tilbaka bara. Hann er komið 10 stig af 13. Setur allt í. Já, hann hefur hérna... Það er hundleiðilegt að spila vörn á svona mann. Já, eða svona mann. Já, óheppinn þarna. Já, þarna vantaði center til að koma í frákastið. Það er raunverulega engin center inn á hjá Snæfelli.
Nei. Dagur með gott skot. Já, vel gert. Vel leist hjá Justin, þeir pressuðu hann þarna tveir. Já, 2 eða 3. 2 eða 3, já. Þetta er sérstakt lið innan hjá Snæfelli núna. Það er svona lið sem... Nei, þetta gekk ekki. Þetta er svona lið sem er kannski ekki mjög fysikal. En þeim má náttúrulega Óli Torfa bætir það nú upp. Já, það er mjög erfitt fyrir það að eiga við hann. En það var svona skreflíkt að þessu svolítið. Þegar menn fá 4. Nei, þetta er bara grófilla. Já. Hún er búinn að brjóta á honum áður. En þú sér það stjörnumenn eiga sko Jóhann og Sjás inni ennþá, já alla hinna. Þetta eru 3 menn sem eru með þessi stig. Já. Jared Fry með 10, Brian Mills með 3 og Dagur Kári með 2. Hinum megin McQueen 2, Pál með 2, Ólafur 2 og Þrett með 8. Þannig eru nú 2. Fann að þessa kvarta yfir Nonna Mæju. Ef það eru einhverjir 2 þá voru það þessi sem þetta er svona eins og skrattir í dömu sína. Nákvæmlega. Og þetta vita þessi dómarar allir ágætlega. Já. Já, vel gert hjá Pálma. Já, Kjartan þarna ekki alveg kominn inn á. Pálmi er ekki sá snegsti í bransanum. En það er komið skotreitur, hvorki meira inni minna. Já. Jón Ólafur var að fá villu, aðra villuna. Ég held að þeir ættu að hafa einhvern annan á Fannari. Heldur en Nonna Mæju? Já. Já. Þeir með ekkert við því að missa svona skormaskínu eins og Nonna í villuvandræði. Það er vel gert hjá honum. Nei. 2 stig. En kannski er líka hugmyndin hjá mönnum að æsa Fannar upp í einhverju vitleysu. Það hefur nú ekki verið erfitt í vetur. Já, vel gert. Frábærlega gert hjá Sigga. Já. Herru, 19-19. Já, nú erum við búin að setja Asim á Fannar, eða hvað, já. Skipting hérna að vísu, en Þetta var ekki góð hreyfing. Nei. Nei, heyrðu. Já. Þetta er bara fyrsta layupin sem við sjáum hann klikk úr. Já, ótrúlega skreflangur, þetta er vel gert á hann. Þetta er villa, hárið þitt. Já. Þannig að verður að passa sig að missa ekki fókusinn. Já. En baráttu hundur og Já. þetta er hluti af leiknum. Snæfell
hlutfalli við 21-19. Vel gert, fínt frákast hjá honum. Frábært frákast. En fín vörn hjá Snæfellsliðinu þarna undan, þannig að það er hálf súrt bara. Það er tvívilla, þetta sjáum við nú ekki oft. Nei, Nonni að fá sinna þriðju. Já, 2 fyrir Rikka Bull. Það dugir ekki. En ég veit ekki hvort það þarf hreinlega að dæma svona. Hvort það megi ekki bara leyfa þess að hljóta. Já, kannski að beita mönnum tiltal fyrst. Já, þetta er svona ekki mjög alvarlegt sko. En bæði lið hérna, það eru leikmenn bjá báðu liðin sem að hérna menn geta fiskað í einhverja vitleysu. Já. Og hérna, það getur vel verið að það sé eitthvað gameplan. Það gæti meira verið. Nonni út af. Já, fín vörn, gott frákast. Já. Og vill á Fannar. Það er sama hjá Fannari, hann er kominn með tvær villur með þessari, já. Já, þetta er og verður mikill baráttuleikur. Já. Þau eru búin að mætast núna eða ekki rétt með tvisvar þessi liði á stuttu tíma. Jó, passar. Já, setur sérna. Ekki spurning. Nú, Sæmundur kominn inn á. Já. Og hvað, setur hann? Það hefði verið gott að koma svona inn á. Já. En þarna er hann á móti sterkasta manninum í deildinni. Já, þetta er bara óhefni, þetta er frábær múf hjá þarna, mjög sterk múf. Það er hundfúlt að setja þetta ekki niður, hann á bara að tróða þessu. Það fara með hann meira inn á, hann er 100 kílóum þyngri en varnarmaðurinn, hann hlýtur að... Nei. Ekki gekk þetta. 21-23. Eins og... Hörkuleikur. Hörkuleikur. Ef að kíkja á önnur úrslit. Já, rétt. Herðu, Skallagrimi 28, Fjölnir 30. Það er allt að gerast í Borgarnesi. Mjög mikið skórað. Nú Grindavík 19, Þór Þorlákshöfn 15. IR 16, Njarðvík 24. Það er greinilegt að Grindavík ætlar ekki að gefa Þórshöfn neitt. Nei. En við erum að horfa hérna á, já, 2 stór og sterk lið, en hvorugt lið hefur náð neinu sérstöku rönni, þannig? Nei, þetta er bara svona, það er engin, já, reyndar stalan honum, hérna, J-Threat stal boltanum á það nokkru sinnum, 2-3. Já. Það er kannski helsta svona, það er svona, helsta fjörið sem hefur verið.
Já, svo kom stór skipting sem náði svona aðeins að rífa þetta af stað. Já, en Stjarnan bara mallar þarna í rólegheitum og setur sín stig. Já, Snæfellsliðið með 35% nýtingu í fyrsta leikluta á móti 46%. 35% í tveggja-stiga hjá úrvalsdeildarliði þykir nú ekki gott. Nei, það er ekki sérstakt. Nei, 20% í þriggja hjá Stjörnunni og 25% hjá Snæfellsliðinu. Siggi með þrist, þessi verður ekki í. Svakalega sterkt frákast. Já, Óli er hraustur. Já, hoppar hátt. Mikill krokkur. Setur bæði 21-25. Wow. Þetta var blokk fyrir allan peningin. Þetta er vel gert hjá Sigga. Á reynslan á. Já, vel lesið hjá honum. Hann náttúrulega bara hefur margra ára reynslu. Mótið Sæmundi, þó Sæmundur sé orðinn sé að skólast til með hverju umferðinni þá og frábær körfuboltastrákur. Hann mist hann. Já. Já, þarna stóð bara Óli kyrr. Þetta er bara ruðningur. Já, slapp með skref, ég held að menn geti verið fegnir. Já. Og Já, hann slapp með skrefið, við skulum segja það, ekki skrekkinn. Nei, það er jú, og skrekkinn í leiðinni, þannig að ekki hugsanlega geta fengið sóknarvillu. Já. Hann Jæja. Sæmundur út af, Jóhann inn á. Já, spjaldið hann í. Fallið svo. Þarna sá maður umlega hvað Jay er svakalega snöggur. Já. Þegar einhver stingur hérna Justin af. Vel gert. Það er nánast ómögulegt að stoppa þessi drive hans. Já, hann er ótrúlegur. Þarna var reyndar ekki Asim sem braut, þetta er Óli sem földist eitthvað fyrir. Það er svolítið sérstakt að sjá, hér eru við konið í annar leiklut og Justin Sjás ekki komið stig. Nei, en það er komið pínlítill byrjingur í hann. Já. Hann er búinn að taka tvisvar hérna, spari skrefið sitt þegar hann lyftir upp hendinni og vill fá eitthvað. En með grunna nú að hann er eftir að sýna okkur hvað í honum býr. Frábært, já. Svona ást í út. Þetta var vel gert. Þetta var glæsilega gert. Það með ólíkindum að skildi ná þessu. Hann steig bara taka ára út, það var ekki flóknara en það. Já, og með þess að Mills var að þælast þarna. Já, hann er bara... Já. Þetta snýst nú ekki bara það hjá Justin að skora fullt af stigum, hann býr mikið til og... Já, vissulega. Og stjórnar þessu. Já, við erum bara vanir að sjá hann skora fullt. Já, hann á voru glætt að setja nokkrar.
Ég var ekki sáttur við þetta Stjörnumenn, en Simmi dómari var metur frá þessu og Já, hann sá þetta vel. sá þetta mjög vel. Já, fínt skot. Frábært skot við Sigga. Sóknarleikurinn að ganga aðeins betur upp hjá Snæfellsliðinu í augnablikinu. Þetta er þó engin munur. Nei. Frábær hreyfing á Mills, en samanskapi fín vörn hjá Asím. Já, það vantaði þarna út af því að Mills fór upp. Það var enginn til sem gerði tilraun til að fara í frákastið. Nei. Sástu eitthvað, Justin alltaf bara á að stela honum? Já. Það er bakgrýting. Já, eitthvað slíkt. Já, ég veit ekki hvenær hann náði ít honum á leiðinni með hendurnar upp í loftið. Já, ég veit ekki. Kannski hann hafi tekið sama leiklistanámskeiðið og Jóhann. Þeir leiðist þetta nú ekki. Það er svona það eiginlega það eina neikvæða við Stjörnulið, en annars eru þið frábærir. Ég hef verið settir í Hall of Fame fyrir skemmtilegar ábendingar. Hérna, svona reporters. Þetta var glæsilegt skot. Frábært, flott hjá Stjörnunni. Við viljum fá það betur inn í leikinn. Já. Nú er þetta bara 6 stig. Nonni kominn til þess að gera meiri usla. Já, nú voru að gera þetta einhverstaðar annars staðar. Ekki fyrir framan Mills, það er ljóst. Hann fær nú hérna. Þetta er skref. Já. Rétt. Já, hann bara datt. Vantaði hérna örlítið meira svif í hann. Já, ég held að hann bara runni til. Þú sér það með Justin, ef hann fer á stað, þá býr hann til fullt og veldur miklu musla í varnarleiknum. Já. Þarna hefði getað komið flott sending. Já. Óli var nú ansi hraustlega sem að fór þarna í Jóhann. Já, klætt Jóhann úr skónum. Já. Hann bara hrindt honum inn í teginn. Frábært barátta þarna. Já, mjög. Ekkert að gefast upp þó að veru þrír í honum. Jóhann er ekki kominn í skóinn. Já, vel gert. Já, glæsilega gert hjá Pálma þarna. 27-33. Fulltrúi dómarafélagsins var hann að... Já, vel gert. Sjás komin á blað. Sveinn kom inn á, skipti við Asím. Asím kom með 2 villur. Já, ekki veit ég hvernig hann náði þessum frákasti. Pálmi, nei. En hvað? Það segir hann á þessum frákastum. Já, þetta dettur líka svolítið fyrir þá. Það er hann á að plaka honum eitthvað út fyrir. Frábær hreyfing hjá Pálma, hann bara datt. Já. Það komið fram hjá Mills. Ótrúlegur. Ég veit ekki hvað þetta að segja. Þetta er bara alveg magnað. Þú verður að stoppa hann bara út á miðju eða þú ætlar að stoppa hann. Já. Þú verður Pálma að setja hann á að gera það. Pálmi kom í 10 stig. Stigahæstur Snæfellsliðsins, búinn að eiga fína leik. Það sem af er.
Jared Fry kom með 17 stig. Já, hann í laginu sem að skora. Jóhann. En Jóhann, Fókdýran þrist. Þetta ekki þriðja þryggast karvan hjá honum. Nei, komið 2 þryggja, 6 stig. Ég meina þeir verða að dæma þetta þarna með líka. Nonni var að fá á þetta á hann. Já. Þetta þarf að vera beggja megin. Já, þetta fyrsta villan hjá Jóhann. Jóhann, hann á nóg eftir. Nóg eftir ef hann vill leiða þeim. Ótrúlega snöggur. Sveit þorir ekki skotið. Nei. Pálmi tekur það bara 1 þrýstir enn. Pálmi búinn að eiga hér frábæran fyrirhálfleik þar sem hafa komið 13 stig. Hver fær tæknivilli? Ég held nú að hann Ísak minn hafi aðeins verið ofduglegur núna. Var tæknivilla á Inga Þór? Nei, tæknivilla á Nonna Maju. Ég veit ekki. Ég heyrði nú það sem þeim fór á milli en þetta er rétt fyrir framan okkur. Ég meina, já. Já. Við erum búin að heita því að vera til frís. Erum við búin að því? Nei, Auðvitað eiga leikmenn ekkert að vera að röfla og tuða í dómarunum, en miðað við hvað er röflað og tuðað í dómarunum, þá færu sumir leikmenn út af með 5 villur í fyrri hálfleik í öllum leikjum. Já, þetta getur orðið 6-7 stiga sókn hjá Snæfellsnes í Stjörnuliðinu. Nú, meðal annars sá frábæri leikmenn sem er að taka skoti núna, hann hefur nú talsvert leyfi til þess að segja dómarunum til. Já, ég meina, þeir eiga bara að tala við það og ræða við það og það hlýtur að þurfa að koma aðvörun. Já, en ekki svona. Þetta er Aðvörunin getur verið, menn geta fengið fyrsta spjald og annað spjald. Þetta er risa tæknivilla sem hann fær. Já, 6-7 stiga sókn, hugsanlega. Já, getur snúið leiknum. Já. Já, flott skot. Þetta var frábært. Svona er þetta gert. Ekki eitthvað helvítis kjaftaði. Við erum að tala 7 stig sem þeir fengu út úr þessari sókn. Já. Það var bara að svara fyrir þetta. En þetta var 7 stiga sókn og því ég meina þegar þú dæmir svona, gefur einu lykilmanni 4. villuna. Já, þetta er fókdýrvilla, miklu dýrari heldur en. Já, en að sama skapi ef getur vel verið að Nonni hafi verið að safna fyrir þessu eitthvað, ég veit það ekki. Hann er nú bara ekki búinn að vera þann mikið inn á til þess. Nei. Sjáðu til. Svenni ætlar ekki að skjóta mikið. Nei. Frábær vörn til Svenni. Það vantar þarna hreyfingu á Samir en að Pálmi var að vandrast með hann. Já, þetta er vill á Mills, en ekki svo, segja þeir. Þetta er líka vill á Mills. Já. En, ég veit ekki, erum við hættir að segja dómarunum til? Ætlum við að fara að segja þjálfurunum til? Já, við erum hættir. Já. Samt villa. Já, það er bara svoleiðis og þarna aftur vill á Jóhann. En líka vill á Nonna Maju. Já. Kannski best að gefa þeim bara 50 villuna báðum og fá aðra inn á sem. Já. Benni aðeins að ala Ísak upp. Ingi Þór. Já, Ingi Þór. Annars hefur Ísak nú fengið ágætis uppöldi ef ég þekki pappans rétt. Já. En það er kannski, við erum náttúrulega að sjá bæði leikmenn. Við sjáum og við höfum ekki séð menn eru, það er bara þegar sumir einstaklingar mætast þá breytast þeir í villidýr. Já, þetta verður bara svolítið leikur. Já, en dómararnir með ekki fallið þá grífu. Nei, þeir verður að hafa haus í þetta, sem þeir náttúrulega hafa. Helst að við höfum ekki haus í þetta. Herðu, en aðri leikir, 50-39, Skallagrimi 50, Fjölnir 39, mínútu eftir þar af fyrirhálfleik.
Grindavík 31, Þór Þórhaldshöfn 36, Þórsararnir komnir yfir þar. Já. ÍR 29, Njarðvík 47. Já. 18 stiga munur, tæpa 3 mínútur í hálfleik. Það eru bara Njarðvíkingar að taka ÍR í kennslustund eins og einhvern tíma hafa sagt. Já. ÍR-ingar hafa ekki náð sér á neitt flug núna. Nei, með fínt lið, fína Ágætis lið. þjálfara. Já, fína þjálfara. Einhvern flottasta körfubolta sem spilaður þegar þeir spila. Já. En það ekki alltaf nóg. Nei. Helen Fræ með 17 stig, Stjörnumegin stigahæstur, Pálmi stigahæstur hjá Snæfellsliðinu með 13. Búinn að eiga fína leik. Ég veit ekki hvernig á að spila vörn ef þetta er villa. Skotréttur. Hvað er Justin komið með marga villur? Hann er bara rétt að byrja. Hann er rétt að byrja með 2, það er ekki neitt. Nei, hann kom með 1 bara. 1? Já. Nei, 2. Nei, hann lítur á hann með 2. En 60. Hann er að geyma þetta fyrir seinni hálfleikinn. Já. Jay heldur áfram að salla þessi inn, komið 13 stig. Já. Kemur þeim 1 stig yfir. Og hvað, setur hann? Já. Það taka þetta tilbaka með skotin, ég veit ekki hvað ég var að þvæla hérna á. Nei, það veit það enginn. Þegar ég sá hann síðast, þá var hann ekki að hitta. 13 á klukkunni. Hvað sjáum við hér? Já, þrýstur frá Sigga, komið 9 stig. Siggjörn sjóðandi heitur. Já. Kemur 2 yfir, það er sterkt að vera yfir í hálfleik. Fáum við 3 stjarna frá Mils? Nei. Við fáum bara sóknarfrákast. Þetta var stórt frákast. Já, Mils er frábær leikmaður. Og Jóhann. Hvaða brot var þetta? Mjög klöfulegt. Hvað var hann að hugsa? Mjög klöfulegt, annars er Jóhann búinn að setja þetta niður. Sér þetta betur í upptökunni? Er þetta villa? Já, ekki spurning. Hann var hvað, metra fyrir utan? Já, hann er svo sem búinn að, það ekki bara færið hans? Jú, að vísu. En hann getur jafnað og komist 1 yfir, en... 1 sókn eftir. Já, 2 sóknir eftir. 28,2 eftir á klukkunni, þannig að það verða að minnsta kosti 2. Og Jóhann fín vítaskipta, þannig að ég hugsa að setja það alla 3 niður. Já. Setur þá væntanlega 12 stig. Það er nú í lagi fyrir hálfleik. Já. Og ekki þannig búinn að spila mjög mikið. Nei, þetta er vel gert hjá honum. Hann er góður, hann er frábær fyrir Stjörnuliðið. Vel gert hjá Sæmundi. Það var flott. Það hefði verið gaman að fá tróðsluna, þetta var vel gert hjá honum. Og hvað þessi stuttur? Sæmundur á tilþrif dagsins. Já, þetta var vel gert hjá honum. Mjög vel gert. Stjarnan fer yfir með 1 stig í hálfleik. Aðri leiki svona rétt áður en að Simmi setur auglýsingar. Grindavík 40, Þór 40. Það er bara eins og það á að vera. Skallagrimi 53, Fjölni 41. Og ÍR 34, Njarðvík 52. Já. Og við förum og fáum okkur meira kaffi. Bara kaffinlaust. Já, komum þetta í smástund. Takk. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6?
This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Nei, það ekki Herbert Guðnason? Arnar og Ívar, hvað þið að gera þetta? Við erum að selja Hámark prótendrykk. Má ekki bjóða meistarunum að kaupa? Herðu, gjöru svo, gangi í bæinn. Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Takk fyrir stráka mínir! Ætlaði þú ekki að selja honum Hámark? Hvað keypti Fernu? Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan. Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Taktu þátt í leiknum. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. The first thing I wanna do is make sure that you're feeling too. So I'm not the only one. Come on, let me out, it's a brand new day. Open up a little happiness today. So I can be someone new. So I can feel Come on, let me out to a better way. Open up a smile on another face. So I can feel something new. Feel something new. Sísí, þetta er að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Bagista was a gangster out of here. God. I'm looking to put a squad together. I'm going after Mickey Cohen. Well, you gotta die of something. Leave these at home. You're gonna be begging for a bullet. Is that right? Can't shoot me. You're a cop. Not anymore. Gangster Squad. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Já, góðan dag, ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Fangaðu augnablikið með Símanum. Inn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta.
Jæja, komið sæl aftur, seinni hálfleikur að hefjast hérna í leik Stjörnunnar og Snæfells. Já, mikið að vera. Líf og fjör. Mikið flautað, mikið brotið og lítil nýting. Já, okkar mati stundum meira flautað en brotið, en það er annar mál. Já, hér erum við að tala 44% nýtingu á móti 34% nýtingu hjá Snæfellsliðinu. Mjög, já. Já, en sérðu, Snæfell kom með 45% þryggjastæða nýtingu á móti 44% þryggjastæða nýtingu. Það er alvöru nýting í þryggjastæða skoti. Já. Það er að liði eins og Snæfell er að nýta þryggjastæða skoti betur en tveggjastaða. Já. Þá þurfa menn að fara heim og skjóta. Skjóta stutturskotin. Já, Fannar nær að lauma hendinni í boltan. Já, hefnir þarna. Já, menn ekki alveg komnir inn á. Nei, svona drags úr menn kaldir. Það verður gaman að fylgjast með Nonna Mæju og Fannari núna. Já, það verður einhverja villur. Nonni á þó bara einu inni, Fannar á 3. Já, hvor þeirra næra að æsa hinn meiru. Siggi. Já, Siggi er búinn að hitta, hann er búinn að hitta vel. Hann heldur áfram bara sem frá var horfið. Já, hann er með 60% nýtingu í tveggjastaða. 33 í þryggjastæða, bætti hann eitthvað núna. Frábær vörn, frábær þrákast. Gott þrákast hjá Nonna. Já, Fræ ætlaði að sækja sig villu, en dómarinn er ekki á því. Nonni Mæju með skot neðan úr bæ, hitt er ekki kannski aðeins svo langt frá. Já, við erum nú síðan að skjóta þess áður. Já. Já, vel gert, vel leyst hjá. Já, ágættir skoti á Degi. Aðeins svo stuttur, eða svo lótið á stuttur. Þarna hefði Jay eftir að klára þetta í leiðuppið. Nei, þetta er kæruleysisleg sending. Skref. Ef þetta hefði verið dæmt skref, þá ég farið niður og tala við dómarana. Þetta var bara flott karfa. Já. Og þetta er rólegur svo með þessi skrefið þín. Já, Jay næstu búinn að taka þetta, Mills. Já, þetta hann ekki bara hitt á boltan. Og Mills með þrist, hann setur hann, nei. Já, vel gert hjá Óla þarna, það var tæpt. Fín barátta. Já. Jay er ekki mikið fyrir að dræfa og klára sjálfur, hann er svona, hann dræfar og gefur hann. Já. Já, vel sótt hjá Pálma. Já. Justin óheppinn hana. Justin bara platar upp úr skónum og veit af því. Fjall í gildruna, við höfum séð Pálma taka þetta. Já. Eitt gott feik og örlítið hliðaskref í frítskot. Þeir þekkjast nákvæmlega, eða hvað, var Pálmi í KR þegar var hann kominn í Snæfell þegar hérna Justin spilaði þar? Ég veit það ekki. Ég bara manna það ekki. Já, Nonni verður að gefa hann. Nonni verður að, já, þetta er of erfið skot, hann vildi nú fá villu þarna. Já, getur ekkert við það. Nei, ekki heldur. Fræ alveg með allan, þetta er náttúrulega snilld. Hann er með alveg allan helminginn af, alla veikuhliðin á. Já, hann er komið 23 stig. Hvað er núna? Fannar. Vill á Fannar, boltinn við Sverri. Já, setti svolítið örlítið hendin í andlitið á Nonna. Þetta var nú óvart inn í fjör. Þannig lagað. Já. Snerti sennilega þryggjastega, nei hérna skotklukkana. Nei, já, hvað? Lent ofan á spjaldinu.
52-50. Innan 3 mínútur, ekki mikið búið að skora. En nú þannig eru 3, 4, 5, 6, það er svona 12 sekúndur sem... Það var flott vörn til Óla. Já, þetta er sterkur strákur en Mills á nú að geta skorað á hann er... Já, þetta var villa sýndist mér. Ég skil bara ekki af hverju það hefur ekki dæmt á þetta. Já. Já, vel gert hjá Fannari, vel gert. Vel gert. Já, ég held að J3 getur alveg skotið meira og gert meira. Hann er bara í að gefa hann. Já, vel gert hjá Pálma, komið 16 stig. Mjög vel gert. Hann er búinn að hitta vel. Klikkaði á hann, rétt á hann, en er með 50, já, hann er með 3 af 5. 60% nýtingu. Frábær vörn hjá Sigga. Frábær vörn, frábær hreyfing. Já, frábær hreyfing. Þetta verður bara komið. Fín vörn þarna. Já, það þýðir ekkert að senda hann eitt kitl í gegnum teginn, sko. Menn verða að gefa almennilega sendingar. Já, þetta var svona helst til mikið kæruleysi. Nonni skiptir út af. Asim inn á. Asim komið 3 villu búinn að skora 60. Getur miklu meira þetta. Já, flott vörn hjá Justin en skrítin sending. Já, Snæfellsliðið heppið þarna. Já, mjög heppið. Það var Mills sem steig út af. Já. Stóri skór. Frábært frákast hjá Óla. Já, svona gerir þetta. Já, þetta var... Óli er búinn að eiga fína leik líka, búinn að stíga vel út, taka frákast, spila ágætis vörn á Mills. Á vörni, villa hann á Jay. Við kennum það fúslega. Þetta er svolítið ljúlingar þessir útlendingar í Snæfellsliðinu. Já. Full miklir kannski. Já, sem betur fer er Asim McQueen ljúlingur. Já. Ég vildi síður sjá hann ódælan. Já. Já, glæsið skot, Justin. Þetta er ekkert gert betur en þetta. Já, hann getur gert betur í frákastunum. Það væri ekki nema bara að hoppa. Já, þarna glemdist að taka vörn úr Justin. Já. Það er slæm hugmynd. Það víst ekki á það fyrir hönd Snæfellsliðsins ef að sjá sér að hitna núna. Nei, það hlaut að koma, við vissum alveg að hann yrði ekki ískaldur allan tíman. Það myndi leggja meira mörkunum í stigaskornum. Já. Já, vel gert. Og þristur frá Fræn, nei. Nei, Siggi er að spila ágætt að vörn á hann. Hann hefur stoppað hann aðeins af núna í seinni hlutanum. Þó hann komið með 23 stig. Ég heyrði í útvarpinu á leiðinni í vinnuna í dag að leiðin úr vinnunni segja að listamenn vildu fá hluta af lottótekjunum en hér í Garðabæ hafa þeir stýrt sér leið og sameinað leiklistaskólan og
Leiklistafélagið og Stjörnuna. Já, þetta var svona... En magnað að dómarinn skuli falla í þessa gildru. Já, hann veit Ég þetta segi vel. nú ekki annað. Hann veit það báða, dómarinn og Asimi þetta. Já, fyrr má nú vera. Þau þurfa aðeins að róa sig. Já. Hérna, ágæti skoti á Mills, þetta hann ekki. Þrjár á klukkunni. Já. Ég er svo aldeilis hissa. Ég skil ekki að hverju skýtur ekki meira. Ég sá samt enga snertingu þarna. Við fáum náttúrulega að sjá þetta aftur nokkrum sekúndum seinna. Ég sá bara enga snertingu. Skotið var fínt. Skotið var fínt. Þetta er 4 stiga sókn. 4. villan hjá Sjás. Já, þetta var ekki mikil snerting. Ég sá þetta nú ekki, ég var fylgjast með hvort að skotið dytti. Já, en við sjáum þetta nokkrum sekúndum seinna á skjánum hjá okkur, þannig að Já, hárrétt. Þetta er svakalega sterk hreyfing. Ég hef haldið þessi vill að vera Svenna. Jó, það er rétt. Óli rétt upp hönd, vildi fá þessa villu en Já. 5. villan. Ég veistu það. Ég get ekki gert það í. Ég held að það hafi verið eitt af, já, en hvað með floppið hérna sem átti að leggja áherslu á og svo framvegis í hérna Þarna reyndi Mills að fiska annað. Já, en þetta er bara flopp og á þetta bara að dæma tæknivillu eins og dómarnir lögðu upp með í haust en hafa nákvæmlega ekkert dæmt. Já, rétt. Fóð sýndist mér í hendina á honum. Já. Það er svolítið sérstakt að sjá hann taka víti á þess að dribbla. Já. Man sér það ekki oft. Býtum við að brot. Veistu það, ég er eiginlega hættur að fylgjast með hvað þeir eru að gera. Nú hérna minni ég á dómaranámskeiði sem við glemdum að skrá okkur á. Ég held að Lúðrasveit Garðabæri væri ekki kvöld. En þetta er svolítið mikið á báða. Já, mér finnst þetta nú reyndar að vera pínlítið meira á öðru megin en hvort sem það hallar á annan eða hinn þá er það á þetta ekki að vera svona. Ég er ekki sáttur við þetta. En það er bara ég. Ég vil fá meiri körfubolta, minni dómgæslu eins og allir sem eru að horfa á hana leik. Já. Fyrsta skotið að Svenna úr þristi. Já, hann setur hann. Setur hann. Kemur Snæfell í 5 yfir. Það Fannar. Þetta er hans staða.
Frábærlega gert. Já, flott dreifing af Fannari. Frábærlega gert. Fannar eða hvað? Nei. Klaufalegt. Hann sló svona til boltans. Eru aðrir leikir aðeins svona til að anda? Grindavík 61, Þór Þorláksson 55. Já, Grindvíkingar aðeins. Já, konið 6 stigum yfir, það engin munur. Skallagrímur 65, Fjölnir 55. Skallagrímur aðeins hægt á núna. IR 46, Njarðvík 62. Já, það er svona kannski sá leikur sem er svona úrslitin eru svolítið vís. En ef Fjölnir tapar þessum leik, þá eru þeir nú reynda líka komnir í talsverðan vanda. Já, það er rétt. Jæja. Skref aftur. Og Kjartan settur nú eitt þrýstir okkur. Já, takk fyrir þetta. Það er nú að setja spjaldi á því. Þetta var frábær skot. Já. Frá frábæru skotmanni. Þetta er illa. Stígur fyrir hann og skilur ekkert í þessu. Það eru dýra svona villur sem eru... Já, Jóhann veit betur, hann hérna Já, bara... bara of seinn. Of seinn. Hefðu þurft að stíga frá honum en ekki inn í hann. Hann búinn að missa hann fram hjá sér. Já, Jay Threat verið hérna að spila fína körfubolta og gefið hann mikið og á samherja sín og annað en komið með 18 stig enga síður. Já, og 19 núna. 19, stiga hæstur. Það er bara Jared Fry sem er með 23 sem hefur skorað meira en... Já. ...16 sekundur, 15. 10 á klukkunni. Jared Fry fer sjálfur. Frábært frákast. Gott frákast hjá Fannari. Já. Fannar hefur spilað þetta skynsamlega. Við höfum séð hann missa sig út í meira stuð en þetta. Já, hann er búinn að eiga fína leik. Já. Já. Já, munar litlu. 66-67. Já. Þeir eru kannski búinir með ruðningarna sína, ég veit það ekki. Dómararnir kláraðu það hérna daginn. Hjá gömlu körlunum í Val eru bara dæmdir einu sinni á ári og svo má ekki dæma meira, en hér má dæma helling en þeir eru greinilega búið með kvótan sinn. Já. Herðið aðri leikir. Grindavík 66, Þór Þorláksson 62. Baráttuanum Suðurstrandarveginn. Já. Herðið Skallagrímur 70, Fjölnir 60, IR 48, Njarðvík 66. Ég ætla aðeins að kíkja hérna á. Þeir gætu verið í smá basli. Fjölnismenn, það er náttúrulega annarkveð maður meiddur og hinn er slasaður. Fjölnir verður áfram með 8 stig ef, já ég er nú ekki klárað, hvernig á Tindastóll til dæmis, hvaða leikið að þeir eiga KFÍ. Já, KFÍ á morgun. Já. Úti. Þannig að ef gefum okkur að Fjölnir tapi og IR tapi og Tindastóll vinni, þá eru
þá er hálf deildin sem getur fallið. Já. Ef að KFÍ vinnur komast þeir í 10 stig eins og Njarðvík og Skallagrímur. Já. Ja, Njarðvík er vantilega að fara í 12 stig núna. Já, og Skallagrímur er yfir á móti Fjölni. Allt að vera vitlaust. Þessi deild er heitt með ólíkindum. Já, þetta er skemmtilegt svona. Þetta er flott vörð hjá Óla en samanskapið vel gert hjá Mills. Já, frábærlega. Hann er frábær leikmaður. Kemur með einu stig yfir. Já, Kjartan að fá sinna 3. Ég veit ekki hvert Kjartan ætlaði að fara með það. Það var nú svolítið skemmtilegt. Markið. Þennan þurfti Óla að setja. Já. Óli Klaufi. Já, Mills með frábær skotnar, tók það bara strax. Já, Óli misti hendina þarna eftir að reyna að verja skotið í andlitið á honum. Sem víst ekki leyfilegt. Þriggjastafa sókn hjá þeim, þetta er... Nei. Mills er nú ágætis vítaskipta, hann klikkar á þessu. Þriggjastafa munur. Nonni Mægi kominn inn á. Spurning hvor fær villuna fyrr, Fannar eða Nonni. Nú veitum við að hann skýtur ekki. Já. Þetta var ekki gott skot. Og steig á línuna svo. Já, vel gert hjá Degi, þarna flott sending hjá Mills. Já, Nonni gleymdi að stíga út af núna þegar hann tók boltann inn. Nei, þetta er ekki. Nei, vantar center. Já. Vantar Asim inn á. Asim féll á inntökuprófinu í leiklistaskólan. Þetta var glæsilega gert. Þetta var í lagi. Vel gert hjá Jóhann, frábær sendingin á Mills. Nei, þetta verður þetta. Það er spurning með Pálma, hvort að Pálmi kom ekki inn og hann er hitt úr svo skotum. Þetta er þægilegt fyrir Stjörnuna. Hvað sjáum við hérna? Já, vel gert hjá Hafþóri. Vel gert. Hún er heppnir að meiddi sig enginn í þessum hasar hérna áðan. Vantilega þarf að þurrka eitthvað. Við erum hérna með Pálma með 16 stig og J3 með 19, Sigga með 12 og Asim með 10, Asim komið út af með 5 villur, hinum meginn Jóhann með 12 stig, Jared Fry 23, hann hefur ekki skorað undanfarnar mínútur en aðrir tekið við, Brian Mills með 11, Dagur með 4, átti fína körfu hérna rétt á, Justice Sjás með 11 og 4 villur, Fannar með 10 stig, búinn að eiga fína leika Fannar líka, taka sterk frákost. Fannar með fullt af frákostum, hvað er hann komið mikið af frákostum? Nýjustu tölur á frákostamálum hjá honum. Hann er með 6 frákost, 5-6 frákost. 4 frákost, ég held að það sé ekki rétt, þetta sem er miklu fleiri. Já. Jared Fry með 9 frákost. Óli Torfa með 11 frákost. Óli er búinn að eiga fína leik. Já.
Brian Mills bara með 11 stig, 3 villur, en samt búinn að vera mjög atkvæðamikill einhvern veginn, fer mikið fyrir honum. Já, hann spilar góða vörn, hann tekur sterk fráköst. Já, þetta glæsilega gert hjá honum. Mjög vel gert. Ef hann fær að taka þessi skref sín upp í stökkskotið, þá hann óstöðandi. Já, Siggi hérna ætlaði layupið, fór of langt frá honum, klárlega. Siggi kann nú að skjóta líka hana. Já, einhvern tímann hefði verið dæmt vill á þetta hjá Jóhann, hann hallar sér talsveit mikið fram. Kemur Jared Fry inn á, skipti við Dag. 7 stiga munur. Spurning hvað gerist núna, annarkvort spáði því að Stjarnan annarkvort stingið af eða komi þokkalegu kapli á Snæfellsliðnum. Þú sagðir að Stjarnan eru illur aðlegir svona á heimavelli. Já, það er líka bara, auðvitað viljum við hafa leiki jafna. Stóð ekki bara kyrr. Ég veit það nú ekki, við sjáum þetta hérna. Nei, hann bara hittir í hann. Stígur fyrir hann. Já, þeir eru farin að hengja þess haus hérna. Já, það er eitthvað sem að sé Snæfellsliðið ekki gera oft. En þetta er reynslu mikið lið, þetta er ekki búið. Nei, 6 mínútur eftir. Það er Grindavík 72, Þór 69. Alltaf verða vitlaust í Grindavík. Skallagrímur 76, Fjölnir 69. Þeir hafa nú eitthvað heyrt í okkur þráðum í Fjölni. Já, ekki góð sending. Eða hvað, bara... Ágætis hugmynd, hann bara rann. Já, fín hugmynd, já. Þetta var í boði Bíkó. Já, vel gert hjá Óla. Já, flott sending hjá hana. Þetta eru hérna, þessi skilti á gólfinu geta verið sleip. Já, passaði það nú að fá ekki 50 villuna á þetta, þá eru hræddur þessi búið. Já, frábært frákast frá Fannari. Ég held að Justin ætlaði að setja þarna einn þrýstinn enn og... Úff! Þetta var glæsilega gert. Já, þetta var vel gert. Þetta þurfti að fara niður. Köruboltans vegna. Já, mikilvægur þristur hjá Sigga. Mjög mikilvægur þristur. Kemur þessi 5 stig, voru 10 stig hér rétt áðan. Já, ef þeir ná stoppi núna þá er þetta aftur allt galopið. Siggi kom í 15 stig. Erfitt skot. Já. Þrátt fyrir alla flottu snúningana. Já. Ótrúlega snöggur. Já, þetta rúlar pínlítið meira fyrir Stjörnuna heldur en Snæfell.
Já. Það er fín vörn hjá Óla. Óli þarf að láta sig detta eins og stjörnumenninni gera. Það var Mills löngu farin út á með 5 villur. Já, Mills fer með öxlina aðeins undan. Alltaf, og hann gerir það kannski meira heldur en flestir aðrir. Allavega meira en þeir sem hafa verið að fá villur fyrir þetta. Nei. Þetta er alveg hreint með ólíkindum. Ég segi nú ekki annað. Hvernig í ósköpunum er þetta hægt? Hann bankar honum í höfuð og Jóhann út af. Ég bara næði þess ekki, því miður, sorry. Það þarf að setja miklu stærri dómar á svona leik. Já. Það sem við tölum hann fer sterkt inn með öxlina. Já, og þarna tekur hann, mér finnst þetta aldrei vera ruðningur, en ef það á að dæma þetta, þá þarf að dæma þetta á öll lið og bæði og það allt saman, ekki bara stundum. Það eru 5 stig, geta minkað þetta í 3. Flott frákast hjá Óla. Hann stillir upp aftur, Sigga langaði rosalega í þristinn. Spjaldið honni. Spjaldið honni. Ég er svo aldeilis þessa. Minkar þetta í 2 stig. Já. Og það er tekið leiklega. Þeir sína heldur betur karakter. Ég var hérna farin að halda að þetta væri búið. Ég held þetta að veri löngu búið. Sína frábæran karakter hérna. Liðin ráða ráðum sínum. Dómarnir tala saman líka. Fara yfir sín mál. Já. Við sáum hér 10 stiga mun, 79-69, komið í 79-77. 2 stiga munur. Það er bara engin munur. Það er bara engin munur. Herðu, hinu leikjunum. Það er heldur engin munur. Grindavík 79, Þór Þorláksson 74. Skallagrímur 76, Fjölnir 73. Já. Skallagrímsliðið kannski sprungið. Þeir keyra þetta á fáum mönnum. Palli meiddur líklega. Líklega. Herðu, IR 66, Njarðvík 84. Við skulum kíkja hans á Skallagrímsleikin. Hver er að setja hann þar? Palli ekki meiddur. Samt bara með 7 stig. Engar villur, mér finnst það magnað. Medlock 34 stig. Já. Það er aftur á móti alvöru. Hjá Fjölni. Smith með 19, Miles með 8. Miles búinn að spila með flestum liðum í úrvalsdeildinni í ár. Hvað á að segja? Við höldum áfram að fylgjast með þessu. Hér er allt á suðupunkti. Bara 3 mínútur eftir. Frábærlega gert. Það er ekkert hægt að stoppa þetta. Nei. Það eru fáið betri í þessu í deildinni. Ég held að sé engi betri. Þú eru komað boltanum ekki inn á Nonna. Það er glæsilega gert hjá honum. Hann plataði alla vörnir upp úr skónum. En þetta er bara auðvelt. Þetta er auðvelt. Það var enginn Jade til þess að taka vörn og það lappa hann bara í gegn. Já, Justin lætur ekki bjóða sér þetta mörgum sinnum, hann bara klárar þetta. Nei, boltið þarf að koma inn í teginn. Eða ekki. Hann kom aðeins og seint. Já, hann kom á seint. Þeir voru alltaf lengi að koma honum þarna. Og svo kemur sendingi vitlaus megin við hann. Og Justin að klára þetta. Já, komst ef ekki. Kemur Sandjón í 7 stig aftur. 5 stiga run hjá Stjörnuliðinu. Akkur fer tíminn á stað. Já, tíminn fór á stað. Þetta er ekki nógu gott. Fjóravillan og Fannar. Tíminn gekk í 15 sekúndur áður en að fyrsti maður náði vald á boltanum. Ekki 15, 5. 5 til 10 sekúndur. Nei, hann rúlaði hérna í 5 til 10 sekúndur. Hann rúlaði 5 sekúndur áður en hann tók hann upp en klukkan gekk allan tíman. Frábært frákast hjá Nonna. Og Svenni að setja þetta sem hann gerir. Heldurinn minni. Já, 4 stiga munur. Þetta er háspennuleikur. Ef Snæfell nær stoppi núna, þá er þetta galopið. Já.
Justin heppinn. Steig á línuna. Og þessi er farinn. Já, þeir eru ennþá inn í leiknum. Já, Justin er heppinn að finna eitthvað til að gefa á. Já. Rándýr karfa hjá honum. Rándýr. Þetta er með ólíkinn. Einstigsmunur og rúm mínútu eftir. Já, þetta er framlengingarleikur. Það er þannig líkt að þessu. Þetta er ótrúlega karfi hjá honum. Frábærlega gert. Hann er komið 27 stig. Já, glæsilega gert. Nei, flottur. Við erum með hérna 2-3 sóknir. Já. Tíu sekundur. Jay fer sjálfur, Nonni vakna. Já. Rosaleg vörn þarna. Ég eru samt hissa á hann, skuli ekki hafa dæmt. Hissa á hann skuli ekki hafa dæmt þarna villu í layupinu. Já, Ingi tekur leiklega. (88, 87), ekki mikið skorað í seinni hálfleik. Nei, Snæfellsliðið með skynsamum sóknarleik getur klárað þetta. Herru, Grindavík 81, Þór 79, það er bara sama prógrammið þar. Já, skarlagnir með Fjölnis 77-75. Fjölnislið að koma sterkt tilbaka. Og IR Njarðvík 76-88. Hvað var að segja? Þetta enda með einstigsmun. Já, öðru hvoru megin. Öðru hvoru megin. Tvö frábær lið. Hver heldur að taka í skotið? Snæfells skotið. Ég hugsa Siggi takið það. Já. Það er Siggi, Pálmi, Nonni, þeir eru allir reynslumiklir. Já, það getur verið allir. Flott vörn hjá Stjörnunni. Frábær vörn. Það er skrítið að leið 1 sekúnda á stóru klukkunni en 7 sekúndur á hinni. Á skotklukkunni. Það er ekki taka álanga tími í þetta. Nei, Jay, hann dræfar þetta. Og skorar. 6,4 eftir. Já. Og kemur þeim einu yfir. Já, komið 28 stig. Jay Threat, stigahestur í leiknum, hún eiga frábæran leik. Þetta er samt ekta fyrir Stjörnuna. 6,4 sekundur. Já, þetta er nægur tími fyrir Stjörnuna að þið spila Skeiðs af Lúðvísu. Það er ekki komið skotklukka. Það er ekki kominn skotréttur, segi ég. Ekki kominn skotklukka?
Já, ég var bara, spennan yfirþyrmandi. Snæfell með 2 liðsvillur, Stjarnan 4, þannig að það engin hætt á að Stjarnan komast á línuna, þeir verða að klára þetta með dræfi og það verður Jared Fry sem tekur það. Eða Justin. Eða Justin. Já, Justin. Skulum nú ekki útiloka það. 6,4 sekúndur. Við gætum líka reynt að koma boltanum inn í teig á Mills. Já. Sem er nú sennilega með eitt besta match-upið. Það er betra fyrir Snæfellsliðið bara að brjóta hérna fyrir utan, taka þeim tíma. Sjáðu, það er pirringur í mönnum, hátt spennustig. Þetta er það sem var dæmt tvívillega á áðan. Nei, Snæfell. Tvö léleg skot hjá Stjörnunni og Snæfell klárar þetta með einu stigi. Já. Ágætist tilraun hjá Justin þetta. Já. Við höfum séð hann skora úr svona færum. Við höfum séð hann skora. Þetta hefði getað farið á báða vegu en Snæfellsliðið stelur fyrir sigrinum í lokin. Við heldum þetta væri búið. Ég held þetta væri búið í tvígang. Já. Gríðarlega sterkur sigur. Mjög sterkur sigur fyrir Snæfellingar. Já. Netið eitthvað að stríða okkur þannig að við sjáum ekki KK-statið, þannig að við getum ekki sagt ykkur stöðun í öðrum leikjum, en jú, hvað haldið þið? Nei, við getum ekki neitt. Herru, þetta var alveg magnað. Já, þetta var magnaður leikur. Ég held að Stjarnan væri með þetta núna í lokin. Já, þeir voru eiginlega með þetta í tvígang. Já. Herru, aðri leikir. 1:50 eftir upp í Borgarnesi 81-77. Það er sama staðan og er hér, það var allt galopið. Grindavík 87, Þór 86, 17 sekúndur eftir. Við skulum sjá hvernig það endar. Já, þetta er hægt að gera þegar menn gefast aldrei upp. Þá er hægt að vinna Stjörnuna á heimavelli. Já, þeir fóru þetta ótrúlegri siglu. Sem ég segi, ég átti ekki von á því að klára þetta. Nei, það er alveg ljóst. Þrett átti hér frábæra síðustu 2 mínútur, 3 mínútur. Klára þetta fyrir þá. Skulum kíkja. 16, það eru 2 sekúndur eftir. Grindavík 89, Þór 87. Mér sýnist Grindavík verið búinn að taka þetta. Eða hvað? Þegar núllið er komið, þá er núllið komið. Hérna áttustu 2 frábælið. Þetta er getið að fara á báða vegu. Stjarnan tók leik í Hólminum daginn í Powerade bikarnum. Snæfell vinnur þennan með 1 stigi. Stjarnan með frábært lið. En við þakkum fyrir okkur í kvöld. Sjáumst í næstu viku. Takk fyrir. Takk.